Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn til okkar hérna á N4. Við erum að verða mjög spennt að fá að sýna ykkur fiskidagstónleikana frá 2019, annað kvöld kl. 20, en hún er komin til mín, hún Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Dalvíkurbyggð. Velkomin Katrín. Takk fyrir það. Nú fer að styttast í gleðina, ætlaðu þú að poppa? Já, það verður bara slegið í eitt gott partí. Við hlökkum alltaf til þess að sjá sýninguna á N4. Já, þetta er alltaf svolítið öðruvísi að vera á staðnum og horfa svo í sjónvarpinu. Já, þetta er eiginlega alveg tvenns konar upplifun. Það er eitt að vera niður á svæði og njóta og þar ertu svona kannski svolítið fjarlægð frá sviðinu og með þínu fólki og í stemmingunni. En svo er sko annað að sjá upptökuna. Það er bara það er alveg ný sýning. Það er svona meiri nánd við listamennina og svo þessar ertu að sjá svona aðeins út í mannfjöldan. Yfirlitsmyndirnar frá sveitarfélaginu okkar líka. Mjög skemmtilegt. Og svo getur náttúrulega fólk líka kannski svona, og kannski fæ ég að sjá sjálfa mig syngja með. Já, já. Af því að maður fer alltaf að sjá aðeins svona yfir fjöldan líka. Já, þetta er alveg frábær upptaka í raun. Þetta er svo allt önnur nánd sem þú færði á tónleikana. Og það er eiginlega frábært bara að skuli vera hægt að gera þetta svona hjá N4. Að bara koma með liðið út eftir og standa upp með svona flotta afurð. Þetta er alveg frábært. Já, við erum rosalega stolt af þessu. Þetta er svona stærsta verkefni okkar á hverju ári og það er rosalega gaman að geta sagt að þetta eru nánast eingöngu Norrlendingar sem að við notum í þetta verkefni. Já, það er alveg magnað. Svo er líka náttúrulega gaman fyrir okkur heimafólkið að geta sagt að svona lungað úr listamönnum er heimafólk líka. Já, að sjálfsögðu. Það er stórt fyrir okkur líka. Þetta glæsilega tríó ykkar, Friðrik Ómar og Eyþór og Matti, sem að eru svona skipstjórarnir. Já, þeir eru alveg frábærir og hafa svona haldið hlut Dalvíkurbyggðar þarna alveg vel á lofti. Og það er náttúrulega kraftaverk eiginlega bara uppsetningin á þessum tónleikum í heild. Þarna á Friðrik Ómar bara allan heiðurinn að þessu. Fyrir utan náttúrulega Samherja. Já, við skulum ekki gleyma. Það þarf einhver að borga brúsan, sko. Já, þetta er í boði Samherja sem er náttúrulega stórkostlegt. Já, þetta er risastór gjöf á hverju ári. Já, en það er Samherji fyrirtækið okkar. Já, þetta er náttúrulega bara, eitt kvöld fyrir okkur að horfa á þetta í sjónvarpinu eða mæta á tónleikana, en þessi hátíð er miklu meira fyrir ykkur, þetta er alveg heilmikill undirbúningur. Og já, þetta er bara risastór hátíð sem þið haldið á pínlitlum stað. Já, þetta er sko stærsta útihátíðin á Íslandi. Þetta er það. Og þetta tekur stendur svona yfir nokkra daga fyrir almenning sem er að koma að. En fyrir heimafólk þá er þetta langur undirbúningur. Þið byrjuð að undirbúa næsta fiskidag eða? Já, og það er sko fiskidagsnefnd sem starfar allt árið. Og framkvæmdastjórinn Júlíus Júlíusson. Hann er bara vakinn og sofinn yfir þessu. Og klárlega sko á hann stóran heiðurinn og fiskidagsnefndin er að plana alveg frá á milli. Það eru stanslausir fundir og undirbúningur og mikil vinna í rauninni sem að þeir leggja á sig. En svo er þetta líka bara mikil vinna hjá almenningi á Dalvík. Já, þeir eru náttúrulega bara öll sem eitt að bjóða heim. Já, það er eitt sem hefur líka kannski jákvæða ímynd fyrir Dalvíkurbyggð í heild. Það er það að það er svona þetta slagorð allt í lag fyrir fiskidag. Þetta er bara svona mantra bæjarins. Já, þetta er búið að vera bara svona í mörg ár. Það er tilboð í húsasmiðjunni á málningu og það er verið að hvetja fólk til þess að taka til í kringum sig og gera byggðarlagið fallegt. Og það er bara eftir í tekið þegar að fólk er að koma svo að það er mjög snyrtilegt. Og ég segi það er bara þarna á fiskidagurinn heilmikinn þátt í því. Já, þið náttúrulega, það komast nánast færri að en vilja. Fólk náttúrulega er alveg mætir þarna 4-5 dögum fyrir fiskidaginn bara til þess að við komast einhvers staðar að. Já, við höfum tekið eftir því svona undanfarin ára, þá er fólk að byrja að koma stumir aðeins fyrir verslunarmannahelgi. Já, einmitt. En svo kemur fólk svona að eftir sína verslunarmannahelgar reisu eitthvað þá kemur það til Dalvíkur og er bara komið kannski á þriðjudegi, miðvikudegi. Og auðvitað er það kannski til þess að tryggja þessi pláss, en svo er það líka bara til þess að upplifa stemminguna á Dalvík. Já, það er náttúrulega að byrja löngu áður. Já, og það eru viðburðir í rauninni þarna alveg þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag.
og sko þó að sjálfur fiskidagurinn mikli á laugardeginum. Hann milli sko 11 og 5 á laugardeginum. En það hann náttúrulega mikið að vera bara í heild. Þau eru ekki bara að kalla þetta fiskidagsvikan eða eitthvað, eða fiskivikan. Já, það oft talað fiskidagsvikuna, en fiskidagurinn mikli alltaf laugardagurinn. Já, auðvitað. Það svona hátíðin og það alveg ótrúlega mikil upplifun að sko vera niður á hafnarsvæði milli klukkan 11 og 5. Ég búin að upplifa það öll árin, ég hef alltaf verið, milli 11 og 5 þá hef ég verið niður á hafnarsvæði. Og þetta bara svo mikil stemming og það svo mikil gleði, það svo mikil þakklæti líka frá gestunum sem koma að upplifa að sko það verið að bjóða bæði skemmtun og mat og bara það eru svona þessi þægilega stemming sem myndast þarna, hún bara eitthvað sem fólk þarf að upplifa. Já, þetta rosalega góð svona fjölskylduhátíð líka einmitt. Já, það kannski þetta mottó að sko fólk á ekki að þurfa að taka upp veskið á fiskideginu mikla. Nei. Þú bara kemur til Dalvíkur morguninn og þú ert bara allan daginn og í boði heimamanna. Já, í boði heimamanna og boði fyrirtækja sem koma líka að. Við eigum líka fyrirtækja gesti sem koma hverju ári og að bjóða upp á sínar vörur og svona tekur þátt í þessu með okkur. Það líka einmitt spurningin með tónleikana. Tónleikarnir svo líka, maður sér náttúrulega fólk með litla krakka á öxlunum og það taka einhvern veginn allir þátt í því líka þó þetta svolítið seint. Ég held að sé bara, það önnur stemming á fiskidaginn mikla heldur en á útihátíðum yfirleitt. Já. Það bara mikið lagt upp í þetta fjölskylduhátíð. Fólk ekki að koma þarna til þess að vera með vín hönd. Það bara að koma til þess að njóta með fjölskyldunni og það að njóta alveg frá morgni til kvölds. Það skemmtilegt. Það skemmtilegt. Maður sér það þegar tónleikarnir eru sýndir í sjónvarpinu, akkurat þetta andrúmsloft. Já, þessi tónleikar náttúrulega líka svolítið hannaðir til þess að höfða til sem breiðast það aldurshópsins. Já, og fiskidagurinn það í heild. Hann hannaður fyrir fjölskylduna. Það verið að svona, leggja upp með dagskrá sem að hendar sem flestum. Og til dæmis þá hefur brúðubíllinn verið sko bara tilheyrandi fiskidaginum öll þessi ár. Leikhópurinn Lotta hefur verið að koma Já, einmitt. Og En aftur að tónleikunum, mér langaði bara að spyrja einu áður en að við erum áður en við fyrir að hætta. Áttið þú þér eitthvað svona sérstakt moment á tónleikunum? Áttið þú þér svona eitthvað uppáhaldslag? Já, ég á mér svona uppáhaldsatriði. Uppáhaldsatriði mitt eiginlega alveg í gegnum tónleikana í heild. Það hann þegar Barcelona var sungið bara svona í lok tónleikana fyrir 1-2 árum. En svo finnst mér alltaf gaman þegar koma svona gamlar kempur eins og þegar Ragga Gísla kom og Helga Möller. Og í ár þá fannst mér æðislegt að fá Þorgeir Ástvalds. Það bara þegar koma svona slagarar sem að allir þekkja, allir syngja með og þekkja lögin. Og svo bara eru þessi frábæri listamenn okkur bara svo gaman að sjá það að koma tilbaka og vera svona flottir. Já, þetta frábær lokaorð, bara þakka þér fyrir og við hlökkum öll til þess að kveikja á sjónvarpinu klukkan 8 annað kvöld. Já, það verður skemmtilegt. Ég hlakka til líka. Takk fyrir að koma.